Komið þið sæl, ég býð ykkur velkomin á 228. fundi sveitarstjórn Dalabyggðar. Áður en við göngum til áður auglýstra dagskrár, þá legg ég til að bætt verði á dagskrá máli númer 290909 umdæmisráð barnaverndar á landsbyggðinni sem að verður dagskrárliður 12 og röð annarra dagskrárliða breytist í samræmi við það að þetta mál kom á dagskrá. Þeir sem eru samþykkið því gefið merki. Það samþykkt samhliða. Þá fyrsta mál á dagskrá, það eru gjaldskrár ársins 2023 og við tökum raun og veru hverja gjaldskrá fyrir sig og það þá bara fyrst. Það álagningarhlutfall útsvars og fasteignagjalda árið 2023 en á fundi byggðarráðs var ákveðið álagningarhlutfall útsvars 2023 verið 14,52% af álagningarhlutfalli tekjuskatts á þetta væntanlega vera. Ásækið, hér er bara og A-liður 0,50% af álagningarhlutfall fasteignaskatts verði af A-lið 0,50% af álagningarstofn íbúðarhúsa og sumarbústaða, 1,32% hjá opinberu húsnæði og 1,50% á öllum öðrum fasteignum. Afsláttur af fasteignaskatti ellilífeyrisþega og öryrkja samanber 4. málsgrein 5. greinar laga númer 4/1995 og reglur Dalabyggðar hækkar sem nemur breyting á launavísitölu milli áranna 2020 og 2021 desembervísitölu og upphæðir síðan námundaðar niður að næsta þúsundi. Einhvers vilja taka þessa gjaldskrá til umræðu. Þeir sem samþykkir þessari gjaldskrá gefið merki. Hún samþykkt samhliða. Þá það næst gjaldskrá fyrir geymslu að fjósum árið 2023 og gjaldskráin fyrir geymslu að fjósum gild það lagt byggðarráð leggur fyrst til að sveitarstjórn að útihúsin að fjósum verði sett í söluferli ásamt afmarkaðri lóð þar í kring. Einhvers vil ræða þá tillögu sérstaklega. Það kveður sér engi hljóðs þeir sem eru samþykkið því gefið merki. Það samþykkt samhliða. Og þá raun að gjaldskrá fyrir geymslu á fjósum gildi þangað til. Gjaldskráin tekur breytingum samkvæmt byggingavísitölu í september og byggingavísitalan í september 2022 174,1 stig. Þeir sem eru einhvers vil ræða þessa gjaldskrá. Kveður sér engin ljós þeir sem eru samþykkið gjaldskráin gefið merki. Hún samþykkt samhliða. Þá það gjaldskrá fyrir félagsheimili Dalabyggðar og byggðarráð var búið að fjalla þetta og árblik tekið út úr gjaldskrá en það komið í útleigu til rekstraraðila. Tjaldsvæðið við félagsheimili tekin út úr gjaldskrá þar sem sveitarfélagið á ekki verið í samkeppnisrekstri. Stór salur með eldhúsi tekin út úr gjaldskrá þar sem ekki hægt að nýta eða leigja út litla sal og meðan stóru salur í notkun með eldhúsi. Og að öðru leyti tekur gjaldskrá félagsheimila mið af 5,4% hækkun milli ára. Einhvers vilja ræða þessa tillögu. Svo ekki þeir sem eru samþykkið tillögunni gefið merki. Hún samþykkt samhliða. Þá það næst gjaldskrá á Auðarskóla og á fundi byggðarráðs var tillaga að hálftímagjald vegna seinkunar skólabíl og miðvikudögum verið tekið út þar sem það á ekki lengur miðað við skólastarf. Og að öðru leyti hækki gjaldskrá Auðarskóla 5,4% milli ára. Einhvers vil ræða þessa tillögu. Svo ekki þess sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún samþykkt samhliða. Þá næst gjaldskrá varðandi leigu beitar og ræktunarlands í eigu Dalabyggðar fyrir árið 2023. Það bara lagt til 5,4% hækkun milli ára. Einhvers vil ræða þá tillögu. Kveður sér engin ljós þeir sem eru samþykkir tillögunni gefið merki. Hún samþykkt samhliða. Þá næst gjaldskrá Hafna Dalabyggðar og það bara lagt miðað við 5,4% hækkun milli ára. Einhvers vil ræða það. Það kveður sér engin ljós þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu gefið merki. Hún samþykkt samhliða. Þá það gjaldskrá hundahalds í Dalabyggð fyrir árið 2023 og það bara lögð til 5,4% hækkun. Einhvers vil ræða þá tillögu.
Svo engin hljóðs þeir sem eru samþykkir tillögunni gefur merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það gjaldskrá fráveitna í Dalabyggð og þar lagt til 5,4% hækkun milli ára. Einhvers vill ræða þá tillögu. Það kveður sér engin hljóðs þeir sem eru samþykkir tillögunni gefur merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það gjaldskrá fyrir hirðingu, móttöku og eyðingu SOPs árið 2023 og það tillaga byggðarráðs að gjaldskrá vegna SOPs hækki 30% milli ára. Einhvers vill ræða þessa tillögu sérstaklega. Það kveður sér engin hljóðs þeir sem eru samþykkir tillögunni gefur merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það gjaldskrá Héraðsbókasafns Dalabyggðar fyrir 2023. Það tillaga byggðarráðs að árskort á Héraðsbókasafn verði gjaldfrjálst en sektargjald og millilánasafn haldi áfram og taki með 5,4% hækkun milli ára. Einhvers vill ræða þessa tillögu. Það kveður sér engin hljóðs þeir sem eru samþykkir tillögunni gefur merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það gjaldskrá Vatnsveitu Dalabyggðar. Það tillaga byggðarráðs að sú gjaldskrá hækki 5,4% milli ára. Fyrir utan gjöld í 4. grein þar sem að heimæðagjald breytist 1. janúar ár hvert og tekur mið af byggingavísitölu. Byggingarkostnaði 1. desember 2022 sem 176 stig og hækkun í 4. grein verði í samræmi við hækkun vísitölu frá fyrra ári. Einhvers vill ræða þessa tillögu. Það kveður sér engin hljóðs þeir sem eru samþykkir þessari gjaldskrá Vatnsveitu gefur merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það gjaldskrá fyrir byggingarleyfis, byggingarheimildar, framkvæmda, skipulags og þjónustugjöld í Dalabyggð árið 2023 og hún uppfærist þá 1. janúar 2023 í samræmi við ákvæði 7. greinar og taki mið af vísitölu byggingarkostnaðar 1. desember 2022 sem 176 stig. Einhvers vill ræða þá tillögu. Kveður sér engin hljóðs þeir sem eru samþykkir tillögunni gefur merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það gjaldskrá fyrir söfnun og eyðingu dýraleyfa í Dalabyggð. Hún taki mið af 5,4% hækkun milli ára. Einhvers vill ræða þá gjaldskrá. Það kveður sér engin hljóðs þeir sem eru samþykkir tillögunni gefur merki. Hún samþykkt samhljóða. Svo það gjaldskrá Slökkviliðs Dalabyggðar fyrir árið 2023. Hún hækki 5,4% milli ára. Það tillaga byggðarráðs. Einhvers vill ræða þá tillögu. Kveður sér engin hljóðs þeir sem eru samþykkir tillögunni gefur merki. Hún samþykkt samhljóða. Og þá það síðasta gjaldskráin á listanum. Það gjaldskrá Silfurtúns og það tillaga byggðarráðs að gjaldskráin að húsaleiga, þjónustugjald og fæði fyrir leigjendur hækki 5,4% en gjald í mötuneyti að öðru leyti hækki í samræmi við umkaupaverð þjónustunnar. Einhvers vill ræða þá tillögu. Kveður sér engin hljóðs þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu gefur merki. Hún samþykkt samhljóða. Þar sem við erum búin að afgreiða allar gjaldskrár þá getum við farið í seinni umræðum fjárhagsáætlun sem dagskrárliður 2 og ég ætla bara að biðja Bjarka sveitarstjórum að fara yfir helstu atriði sem hafa breyst frá fyrri umræðu. Oddviti, ágæta sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Hér liggur fyrir tillaga að fjárhagsáætlun Dalabyggðar fyrir árið 2023 og síðan árin 3 þar á eftir og í kjölfar vinnu á milli umræðna innan byggðarráðs og nefnda og vinnufundi sveitarstjórnar. Þá lítur plaggið út eins og það kynnt hér og birtist síðan sem viðhengi með skjölum og í fundagerð. Rekstrarniðurstaðan A- og B-hluta jákvæð 56,6 milljónir króna og rekstrarniðurstaða A-hluta jákvæð 74,5 milljónir. Heildareignir samstæðurnar áætlaðar 2,2 milljarðar króna í árslok 2023
Skuldir og skuldbindingar eru áætlaðar 1259 milljónir króna og eigið fé 891 milljón króna. Áætlað veltufé frá rekstri A-hluta er 102,7 milljónir króna eða 9,1% og samantekið fyrir A- og B-hluta 102,5 milljónir eða 7,5% af heildartekjum. Áætlaðar fjárfestingar samtals af fjárhæð 727 milljónir króna. Er að ræða kostnað vegna Auðarskóla, stjórnsýsluhús, Fráveitu, Silfurtúns, gatnagerðar, Vatnsveitu Eiríksstaða og stærsti þátturinn er kostnaður vegna uppbyggingar íþróttamannvirkja auk minni verkefna vegna viðhalds eigna. Við erum að gera ráð fyrir því að komast af stað í framkvæmdir við íþróttamannvirki og vonist þetta til að það hefjist núna á árinu 2023, komandi ári. Og helsta og stærsta breytingin á milli umræðna er sú að við tökum inn rekstur þeirra mannvirkja frá miðju ári 2025. Þannig að þess ber merki í rekstraráætlun þess árs en á móti kemur að við eftir að leiða út áhrif þess að Laugar fari út að öllu leyti. Það er búið að taka tillit til ákveðna þátta þar en að fullu leyti á eftir að klára það. Og það kemur á móti auknum rekstrakostnaði hér í Búðardal af rekstri íþróttamannvirkja. Við erum líka með inn í áætlun breyting frá fyrri umræðu að við áætlum frístundaksturinn sem hófst núna í haust, það tilraunarverkefni, að við erum með það núna inn í áætlun áranna fram að því að íþróttamannvirki í Búðardal komast í notkun. Þannig að eins og ég sagði, við áætlum jákvæða niðurstöðu upp á 56,6 milljónir króna á B-hlutanum, þrátt fyrir að gjaldskrárhækkanir hér í Dalabyggð séu mjög hóflegar, 5,4%. Það er með því lægra sem maður sér hjá sveitarfélögum núna í fjárhagsáætlun gerð fyrir árið 2023 og það ber þessi merki að rekstur Dalabyggðar er þokkalega traustur þó við þurfum auðvitað að halda vel á okkar málum og okkar rekstri og vanda alla ákvörðunartöku líkt og verið hefur hér í Dalabyggð hjá nefndum sveitarfélagsins. Ef við tökum einstaka liði að þá er fræðslumálin stærsti útgjaldaþátturinn 51% og síðan eru þar á eftir félagsþjónusta og tómstundamál. Og við þurfum að fara að huga til að mynda ákveðnum viðhaldsverkefnum sömuleiðis varðandi bara vatnsveitu og annað slíkt, götur og gangstéttir, þannig að við þurfum að velta því fyrir okkur, viðhald á réttum og öðrum mannvirkjum, þannig að við þurfum að halda vel á málum áfram til að missa ekki viðhald og okkar eignir í það sem kann að verða óyfirstíganlegt á einhverjum punkti. Við erum líka með í áætlun að selja eignir, fækka fermetrum í eigu Dalabyggðar og fækka hekturum jafnframt, þannig að við munum taka mið af því í okkar vinnu á komandi ári. Afborganir langtímalána eru áætlaðar 41,1 milljón króna á árinu 2023. Skuldahlutfalli hækkar miðað við það að við komumst í framkvæmdir við íþróttamannvirki og verðum 91,2% af tekjum. Er í 50% núna en enga síður erum við langt undir því þaki sem er í regluverki fjármálareglu sveitarfélaga. Þannig að það má vel við það una. Auðvitað þurfum við að halda mjög vel á öllum spilum og spöðum varðandi framkvæmdina þegar kemur íþróttamannvirkjunum, þannig að við höldum okkur innan þess ramma sem vonandi verður raunin þegar að samningar nást. Þannig að það skiptir máli bara upp á skuldahlutfall og annað slíkt. Framleiðin er áætlun 9,3% á næsta ári og í rauninni má ekkert vera mikið lægri en það og gert ráð fyrir að handbært fé verði rétt tæpa 90 milljónir í árslok 2023. Á árunum 2024 og 2026 í þeirri áætlun sem hér liggur fyrir er gert ráð fyrir neikvæðri rekstrarafkomu Dalabyggðar sem einkennist að mestu vegna hækkunar á vaxtakostnaði en gert ráð fyrir lántöku í tengslu við uppbyggingu á íþróttamannvirkjunum eins og hér hefur margoft komið fram.
Vaxtakostnaðurinn okkar hækkar í þessari áætlun 82% á milli áranna 2023 til 2024 og lántökur á árunum 2023 til 2026 eru áætlaðar 1210 milljónir króna að mestum hluta vegna aftur íþróttamannvirkjanna. En niðurstaða sérfræðiálits sem aflað var í samræðum við 67. grein sveitarstjórnarlaga númer 138/2011 er að fjárfestingin í íþróttamannvirkjunum hafi ekki verulega íþengjandi langtíma áhrif á rekstur og fjárhag sveitarfélagsins og er stuðst við það gagn hér í þessari vinnu okkar. Þannig að við að mínu mati getum verið þokkalega stolt af þeirri áætlun sem við erum að ræða hér í dag. Við erum með hóflegar gjaldtöku. Það er tillaga byggðarráðs hér á milli umræðunnar sem kom fram að við fellum niður vistunargjöld elsta árgangsins í leikskóla, svokallað skólahóps. Þannig við erum að efla enn frekar þjónustu við barnafólk með bæði þessari aðgerð og eins frístundakstrinum. Þannig að ég held að við séum að stíga góð og jákvæð skref í þá veru að styðja við börn og þeirra tómstundir og svo að efla skólan okkar með því að fella niður vistunargjald elsta árgangsins. Hér var örstutt bara til upplýsinga að hér var samþykkt tillaga varðandi útsvarsprósentu Dalabyggðar á milli ára og verður óbreytt 14,52%, en við fengum það fregnir seinnipartinn í gær að mögulega kann það að verða nauðsynlegt að sveitarstjórn hittist aftur til að ræða þann stofn, því að þær gleðifregnir berast að ríkið, þar að segja ríkisstjórnin og síðan stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga sé að lenda því hvernig á málum verður haldið varðandi verulega aukinn kostnað við þjónustu við aldraða og fleiri þætti, þannig að það verður mögulega gefið upp á nýtt í tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga og við erum tilbúin til þess að funda nýju er ég vissum, þannig að við eflum enn frekar tekjustofn okkar. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra að sinni varðandi fjárhagsáætlunina, örstutt varðandi framkvæmdaáætlun og helstu liði þar að á árinu 2023 er langstærsti liðurinn þar í íþróttamiðstöðina 600 milljónir. Við erum með 22 milljónir hér í endurnýjun og endurbætur í stjórnsýsluhúsi sem er orðið mjög aðkallandi og tímabært. Við erum með 16 milljónir króna í Auðarskóla, það er að segja grunn- og leikskóla, og þar þurfum við að halda vel áfram á spilunum. Við erum með 14 milljónir króna í vatnsveitu og 14 milljónir króna sömuleiðis í gatnaframkvæmdir og eins varandi áhöld og annað varandi sorpmál. Og þar er auðvitað náttúrulega í farvatninu breytingar. Það eru breytingar á regluverki áramótin og við erum á þokkalegu róli í því að laga okkur að því regluverki hér í Dalabyggð eins og önnur sveitarfélög. En auðvitað mun það bæði kosta pening og hafi í för með sér líka hækkun á gjaldtöku til íbúa. En það hefur verið þannig að hér í Dalabyggð eins og svo reyndar víða hafa útgjöld vegna sorpmála og úrgangsmála ekki staðið eða verið hærri heldur en tekjurnar, þannig að okkur er ekki heimilt að hafa það þannig til lengdar. Hvort að sú hækkun sem var hér samþykkt fyrr á fundunum dugi til þess að standa undir þessum rekstri í rauninni á eftir að koma endanlega í ljós og við þurfum að halda vök okkur í því eins og öðru. Nú í fylgigagni fundagerðarinnar er greinagerð, svo sem hér ég er að fara í gegnum á Hundavaði, og þar er farið yfir fjárfestingarnar og fleira, þannig að það á að vera aðgengilegt. En þannig að ég ætla ekki að hafa þetta lengra að sinni en svara sjálfsögðu spurningum og vangaveltum fundamanna ef þörf krefur. Takk í bili. Takk fyrir þetta, Bjarki. Eru fleiri sem vilja taka til máls varðandi fjárhagsáætlun? Seinni umræðu fjárhagsáætlun Dalabyggðar. Skúli. Oddviti, góði fundamenn. Ég vil bara lýsa ánægju minni með
það að Dalabyggð skili þá afgangi árið 2023 og meira að segja verulegum afgangi sem bara frábært og kannski gott að taka fram að við erum heldur ekki að spara í viðhaldi. Ég held að sé bara á þessu næsta ári sem bara með því meira sem við ætlum að fara í framkvæmdir í eins og stjórnsýsluhúsið, skólan, við ætlum að fara í það smápeningar, við ætlum að gera gjaldfrjálsan síðasta árið í leikskólanum og við ætlum að hafa frítt á bókasafnið. Þetta eru smápeningar en munar fólk sérstaklega unga fólkið og eldra fólkið sem að nota bókasafnið. En svo náttúrulega kemur að þessu stóra verkefni okkar íþróttahúsinu. Það náttúrulega tekur í en það á eftir að skila sér í miklu fleira fólki í staðinn inn í samfélagið. Þannig að, en aðeins hef ég, svo við tökum árin 24 og 26, smá áhugir af þeim. Þannig að við þurfum bara núna að fara að vinna í því að reyna að rétta við þann halla sem að myndast þá. Og ég hef fulla trú á því að við náum því að vera rétti með við núllið eins og við höfum gert alveg síðustu árin. Þetta starffólk okkar sem að hér út allt samfélag, það leggst bara á eitt til þess að reyna að ná því markmiði. Og ég held að það fólk eigi virkilega miklar þakki fyrir hvernig sveitarfélagið hefur verið rekið. Að öðru leyti held ég að við séum bara, getur verið nokkuð sátt við stöðun allavega eins og hún verður á næsta ári. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Ingibjörg. Oddviti, aðri fundamenn. Mér langaði bara að segja að ég orðin mjög sátt við fjárhagsáætlun Dalabyggðar sem hún núna. Við höfum náð að halda gjaldskrárhækkunum í algjöru lágmarki og það hafa komið inn mjög góða viðbætur frá fyrri umræðu að mínu mati. Til dæmis komið inn stuðningu við frístundabíl fram á mitt ár 2025 þegar við erum að gera ráð fyrir að nýtt íþróttahús verði komið í gagnið og eins og Skúli og Bjarki myndust á og einnig að dvalargjöldin verði lögð niður fyrir skólahóp eða elsta árgang barna í leikskóla. Auðvitað fyrirferðar mikið í fjárhagsáætlun fyrirhugað íþróttahús en ég hef fulla trú á því að það verði mikið lyftustöng fyrir Dalabyggð. Já, heilt yfir finnst mér fjárhagsáætlunin sýna að Dalabyggð ber hag íbúanna að leiðarljósi og endurspegli vilja Dalabyggðar til að gera Dalabyggð að ennþá fjölskylduvænna samfélagi. Mér langar að þakka öllum sem hafa komið að vinnu fjárhagsáætlunarinnar fyrir vel unnin störf. Takk. Takk fyrir þetta, Ingibjörg. Fleiri sem vilja taka til máls. Bjarki. Oddviti, ágæta sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Þakka þessi viðbrögð og vil koma hér í rauninni pontu bara með í þeim eina tilgangi að sem ég hljóp því miður yfir áðan. Það er akkurat það að þakka bæði mínu frábæra samstarfsfólki hér í stjórnsýsluhúsinu og í stofnunum sveitarfélagsins sem og ykkur, sveitarstjórn Dalabyggðar og nefndarfólki fyrir það hvernig á málum hefur verið haldið undanfarnar vikur. Það er ekkert sjálfgefið að ná þessu öllu saman með þeim hætti sem að hér raun ber vitni, þar að segja að leggja fram að mínum mati trúverðuga áætlun sem skilar þessum afgangi og þannig að liðseildin okkar er sterk, kjörinna fulltrúa og starfsmanna og höldum við þannig saman áfram. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Fleiri sem vilja taka til máls. Það biður enginn orðið. Þá ber ég bara upp til atkvæða fjárhagsáætlun 2023 ásamt þriggja áætlun 24 til 26. Þeir sem eru samþykkir áætlun eins og liggur hér fyrir fundargögnum gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 3 og ég vil
held að sveitarstjóri ætlar að víkja á fundi undir þeim lið. En þetta starfsmannamál og þetta snýr í raun og veru bara því að sveitarstjórn þarf að staðfesta ákvörðun byggðarráðs sem var tekin fyrir á fundi byggðarráðs núna fyrir vikunni. Þar sem voru kynnt drög að skipurriti Dalabyggðar og sveitarstjóra falið að vinna áfram að þeim þarna drögum og eins var á fundi byggðarráðs fjallað ráðningarsamning sveitarstjóra samkvæmt endurskoðana ákvæði samningsins 1. desember ár hvert. Orðið laust. Það kveður sér engin hljós þeir sem eru bara geta samþykkt þessa bókun byggðarráðs og staðfest hana gjöfumerki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 4. Ég ætla að kalla á sveitarstjóra inn aftur. Þá næst dagskrárliður 4. Það viðauki 8 við fjárhagsáætlun 2022 og Bjarki ætlar að fara yfir þennan viðauka. Oddviti, sveitarstjórn og ágætu tilheyrendur. Byggðarráð afgreiddi á sínum síðasta fundi viðauka 8 fyrir fjárhagsárið 2022 og þar voru tilfærslur á milli liða mest áberandi og í rauninni ráðandi. Þannig að það gert ráð fyrir að lækkun útgjalda á árinu frá því sem var inn í okkar áætlun verði rúmar 19 milljónir og 83.000 og á móti hækkun upp á 18.603.000, þannig að þarna skeikar 500.000 kalli á milli útgjalda og útgjalda og lækkunar, þannig að það óverulegt og síðan breyting á fjárfestingarlið til lækkunar upp á 850.000 kall. Og í viðhengi með fundargerð og fundargögnum í rauninni sundurliðun á því hvað að ræða, hvaða þættir hafa breyst og færst á milli liða og við í rauninni, það var inn í áætlun framkvæmda vegna íþróttamiðstöðvar í Búðardal, þar erum við að lækka 3 milljónir, fresta hluta framkvæmda vegna fráveitu og vatnsveitukerfa í Búðardal fram á næsta ár, samtals 9 milljónir og minni framkvæmd við slökkvistöð 500.000 krónur og endurbótum við fjárrétt upp á 950.000 kall. Aukið í framkvæmdir hér í stjórnarhúsinu upp á 1,8 milljón. Fjárfesting vegna Búðardalshafnar upp á 1,5 milljón, það er að segja krani sem var fest kaup á núna fyrir stuttu og verður settur upp á eftir áramót. Í rauninni bara til að styrkja vonandi atvinnulíf hér í Dölum. Þannig að samtals verður dregið rekstur upp á 480.000 þarna og úr framkvæmdum í eld upp á 850.000 kall. Þannig að það eru svona tilfærslur fram og tilbaka en eins og segi það ekki miklar breytingar í útgjöldum. Og svo eru lækkun á rekstrarliðum nokkrum, það er að segja lækkun á launaliðum í leikskóla, vörukaupum í leikskóla, þjónustukaup í leikskóla, þannig að þarna var í rauninni bara áætlun að ræða varðandi launaáætlun í leikskóla en á móti kemur að þessar 10 milljónir færast til hækkunar í grunnskólanum, þannig að það kemur út að jöfnu og það stærsta breytingin varðandi rekstrarþætti. Þannig að ég legg þetta svona til umræðu í fyrsta lagi og svo afgreiðslu. Takk. Orðið laust viðauka 8. Eru einhverjir sem vilja taka til máls? Það kveður sér engin hljós þess sem eru samþykkir viðauka 8 fjárhagsáætlun 2022 gjöfumerki.
hann samþykktur samhliða. Þá næst dagskrárliður 5, það endurskoðun aðalskipulags Dalabyggðar 2020 til 2032 og það tillaga mín að fresta afgreiðslu þessa máls fram á næsta fundi vegna þess að aðalskipulag Dalabyggðar alllöng lesning. Þetta skjal upp á allavega einar 250 blaðsíður og það verið að vinna bara ennþá af prófarkalestri og svona nokkrum öðrum minniháttar atriðum og við tökum það til afgreiðslu þegar þeirri vinnu að fullu lokið. Þeir sem samþykkir því að fresta afgreiðslunni gefur merki. Það samþykkt samhliða. Þá næst dagskrárliður 6, það samantekt stöðu sauðfjárræktar og ég held að Ingibjörg ætla að koma hér upp og lesa hér upp tillögu. Oddviti, aðrir fundarmenn. Sveitarstjórn Dalabyggðar skorar á matvælaráðherra að virða það samkomulag sem gert við undirritun búvörusamninga í febrúar 2016 og fresta fyrirhugaðri niðursveiflun greiðslumarks hjá sauðfjárbændum til 1. janúar 2024. Markmið samningsins aukna verðmætasköpun greinarinnar hafa alls ekki gengið eftir sem var meginforsenda niðurtröppunar samkvæmt því samkomulagi. Svo lesi ég hérna upp greinagerð. Árið 2021 voru rúmlega 24.000 veturfóðraðar kindur í Dalabyggð en í skýrslu Byggðastofnunar sem unnin var fyrir innviðaráðuneytið fyrr á þessu ári kemur fram að sauðfjárrækt sé hlutfallslega mikilvægust á landinu í Dalabyggð en 5,3 sauðfjárbú með yfir 300 kindum á hverja 100 íbúa sveitarfélagsins. 70% skólabarna í grunnskóladeild Auðaskóla koma úr dreifbýlinu utan Búðardals. Flest börnin úr dreifbýli koma frá heimilum þar sem sauðfjárrækt undirstaða í atvinnutekjum heimilisins. Nokkur endurnýjun hefur verið á sauðfjárbúum í sveitarfélaginu upp á síðkastið og ábúendur fjárfest í greiðslumarki sem nú á að trappa niður, þannig að hluti ríkisstuðnings mun flytja úr Dalabyggð í önnur sveitarfélög þar sem atvinnugreinin minna mikilvæg en í Dalabyggð. Samkvæmt skýrslum rekstur sauðfjárbúa undanfarin ár hefur greiðslumark mikil áhrif á rekstrarhæfni þeirra. Best reknu búin hafa meiri afurðir eftir hverja kind sem leiðir til lægra kolefnisspors á dilkakjötsframleiðsluna. Að draga úr vægi greiðslumarks sauðfjárbænda gengur því gegn markmiðum ríkisstjórnarinnar kolefnishlutleysi ásamt því að ganga gegn markmið búvörulaga númer 99/1993 að kjör þeirra sem landbúnaðarstunda verði í sem nánustu samræmi við kjör annarra stétta. Sveitarstjórn Dalabyggðar ítrekar hvatningu til ráðherra og vonar að matvælaráðherra taki áskoruninni vel og gefi sauðfjárbændum tækifæri til að kynna aðstæður og forsendur í sínum rekstri þegar fyrirhugaðri heimsókn ráðherra í dalina verður á nýju ári. Samtal málefni sauðfjárræktar á forsendum mögulega til aukinnar verðmætasköpunar verður að verða og það von Dalamanna að ráðherra komi vel undirbúin til viðræðu málefni landbúnaðarins þar heimsókn hennar í Dalabyggð verður að veruleika. Orðið laust þessa tillögu. Einhverjir sem vilja taka til máls. Mér langar sjálfum bara að bæta hérna aðeins við bara svona í raun og veru bara huglæðing og sem að við sem kjörnir fulltrúar og í raun og veru íbúar og allir landsmenn þurfa bara að hafa í huga þegar talað kolefnisspor og grænar lausnir. Ég sá bara í morgun frétt það að nú að takast að mynda ríkisstjórn í Danmörku og eitt af markmiðum hennar að leggja á kolefnisskatt á landbúnað þar í landi. Og mér sjálfum finnst einhvern veginn hlutirnir vera rangt gefnir þegar kemur að því að innflutt matvara, hún hefur kolefnissporið núr þegar hún kemur að hafnabakkan í hverju einu landi. Þannig að kolefnisspor þeirrar vöru sem innflutt hér til Íslands, hún hefur 0, hún hefur ekki losað neitt í kolefnislegu tilliti þar sem hún framleidd og öll losunin fer fram við flutning og markaðssetningu hér innanlands. Þetta skekkir stöðuna á innlendri og erlendri framleiðslu í hverju einu landi fyrir sig.
Og ég vona að innlend stjórnvöld hafi dug í því að sjá það að þarna rangt gefið og mun ekki láta innlenda framleiðslu gjalda þess í komandi samningum við bændur á Íslandi. En þeir sem eru samþykkið þessari tillögu sem var lesin hér upp áskorun til matvælaráðherra gefimerki, hún samþykkt samhljóða. Þá hér næst dagskrárliður 7, það samstarfsverkefni Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar skipulags- og byggingamál og það liggur hér fyrir minnisblað samstarf í skipulags- og byggingamálum sem að sveitarstjórnir sveitarfélaganna áttu að taka afstöðu til. Einhver sem vill taka til máls varðandi þetta? Bjarki? Oddviti, sveitarstjórn og tilheyrendur. Hér til umræðu minnisblað sem að var tekið saman eftir fund okkar fulltrúa Dalabyggðar, Strandabyggðar og Reykhólahrepps fyrir skömmu. Þar sem að í kjölfarið á því að við höfum verið að svona viðra þá hugmynd að auka okkar samstarf í skipulags- og byggingamálum. Við höfum haft með okkur samstarf þau störf byggingafulltrúa og skipulagsfulltrúa sem ræðir og hefur það reynst ágætlega. En svona í ljósi þess að hér að ræða ekki bara 3 sveitarfélög, heldur 5 sem að ræðir, þar að segja Dalabyggð, Strandabyggð, Reykhólahrepp, að þá einnig Kaldrananeshreppur og Árneshreppur innan vébanda þessa samstarfs og málaflokkurinn ekki einfaldur einn og sér, þar að segja skipulagsmál og byggingamál. Það gerir málið enn flóknara að hafa 5 nefndir á bakvið sig og 5 sveitarfélög. Þannig að þetta samtal snýr að því að kanna möguleika þess að koma á fót einni sameiginlegri nefnd í skipulags- og byggingamálum þessara aðila og skapa þannig meðal annars þeim starfsmönnum sem sinna þessum verkum það bakland og þann grunn að þau séu að vinna á einum og sama grunninum og einum og sama skráningarlyklinum fyrir sveitarfélögin öll. Þannig að það var samþykkt á þessum fundi að við myndum, ef að sveitarstjórnirnar 3 myndu samþykkja þessa hugmynd, að setja af stað vinnu núna strax eftir áramót og taka saman í rauninni ákveðna valkostagreiningu, þar að segja út frá 3 valkostum. Sá fyrsti að gera ekki neitt, þar að segja hafa bara formið eins og þeir í dag. Hins vegar að auka samvinnuna að ákveðnu leyti og síðan 3. valkosturinn að fara alla leið, eins og ég lýsti hér áðan, að sameina þessar nefndir allar í eina og sömu nefnd skipulags- og byggingamála. Þannig að þar samtalið hvað þetta varðar statt. Sveitarstjórn Strandabyggðar samþykkti þetta minnisblað og þessa leið á fundi sínum á þriðjudaginn. Sveitarstjórn Reykhólahrepps fundar þann 19. átti að fundi í gær en þeim fundi var frestað. Þau búa svo vel að hafa lokið seinni umræðum fjárhagsáætlun í nóvember, þannig að það var keyrt í gegn á þeim bænum, sú vinna. En þannig að hún tekur þetta til umræðu á sínum fundi í næstu viku. Þannig að þetta er tillagan hér að við fáum heimild til að halda áfram á þessari vegferð sem ræðir. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Skúli? Oddviti, góðu fundamenn, ég held að þetta sé framfaraskref, sérstaklega fyrir þessa starfsmenn sem að vinna þarna, að ef að hefðu nú bara eina nefnd yfir sér til að vinna með heldur en 5 nefndir og lykla á sama númeri, þannig að þetta verði allt auðveldara fyrir þau. Þannig að ég legg til að við bara drífum í að sameina þessar nefndir og hafa bara eina góða nefnd. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Fleiri sem vilja taka til máls?
virðist ekki vera, þá bara gerir þið hér tillögu sem við greiðum atkvæði að þetta mál verði unnið áfram og semst farið verði í þessa vinnu að skoða alla þessa kosti sem að málun síðan haldið áfram á þeim grunni. Þess sem eru samþykkið því, gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 8, það er eignaskipta yfirlýsing fyrir miðbraut 11 eða stjórnsýsluhúsið. Það liggur bara fyrir í þarna fundagögnum, skjal eða eignaskipta yfirlýsing fyrir þetta húsnæði. Einhver sem vill ræða þetta mál sérstaklega. Bara leggja til að sveitarstjórn staðfesti þetta skjal eins og það liggur fyrir í fundagögnum. Þessum að samþykkja það gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 9, það er umsókn um fasteignastyrk en Hestamannafélagið Glaður sækir styrk vegna fasteignagjalda fyrir Nesóta ehf. Og ég er hér með tillögu að Hestamannafélagið Glaður fái styrk vegna fasteignagjalda en Hestamannafélagið á 60,5% hlut í Nesóta ehf. Einhverju sem vilja ræða þá tillögu? Það kveður fyrir engi hljóðs þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 10, það er leyfi og umsókn vegna brennu, flugeldasölu og flugeldasýningar 2022. En það er óskað eftir umsókn sveitarstjórnar varðandi brennu, flugeldasölu og flugeldasýningar í Búðardal í aðdraganda áramóta. Og það er hér raun og tvær tillögur að sveitarstjórn veitir fyrir hönd Dalabyggðar sem landeigandi leyfi fyrir brennu og flugeldasýningu. Einhverju vilja ræða þá tillögu? Skúli. Oddviti, góði fundamenn. Ég vil kannski aðeins nefna bara varðandi brennuna. Það er alltaf gaman að horfa á hana. En ég held að sé mjög nauðsynlegt að þegar að hún er uppbrunnin að þessi þá gengi strax frá eftir áramótin, þannig að þetta liggi ekki hér til skammar fyrir okkur í fleiri vikur eða mánuði. Takk. Takk fyrir þetta Skúli. Fleiri sem vilja taka til máls? Það kveður fyrir engi hljóðs þess sem þarna eru samþykkir þessari tillögu gefið merki. Samþykkt samhljóða. Þá er hinn tillagan að sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við leyfisumsóknir fyrir flugeldasýningu, flugeldasölu og brennu á gamlárskvöld. Einhverju sem vilja ræða það? Kveður fyrir engi hljóðs þeir sem eru samþykkir því gefið merki. Það er þarna samþykkt samhljóða. Þá er hér næst dagskrárliður 11, það er umboð vegna kjarasamninga og það er erindi frá sambandi íslenskra sveitarfélaga varðandi umboð til að handa sambandinu vegna kjaraviðra og ég legg til að sveitarfélagi veiti voru á sambandinu þetta umboð. Einhver sem vil að ræða það eitthvað sérstaklega? Það kveður fyrir engi hljóðs þeir sem eru samþykkir því gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er næst dagskrárliður 12, það er umdæmisráð barnaverndar á landsbyggðinni. Og þetta er mál sem við tókum fyrir á 225. fundi og vorum búin að samþykkja þar. En það er til umræðu núna að uppfæra samningsdrögin. Það eru ekki efnislega breytingar sem hafa áhrif á Dalabyggðaræða. Og það er í raun og veru bara hér tillaga að við veitum sveitarstjóra heimild til þess að undirrita það samkomulag sem mun henta það sem verður ofan á og Dalabyggð getur verið aðili að. Einhvers vill ræða þetta sérstaklega? Bjarki. Oddviti, sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Já, þetta er kannski svolítið sér á báti að opna á tvo valkosti í samningum til að heimila þeim sem hér stendur að undirrita en málið er eins og oddviti kom inn á að það er komin rauninni ákveðin uppfærsla á það skjal sem að við samþykktum á
fund okkar í september, fundi nr. 222 og í rauninni eins og Eyjólfur nefndi líka að þetta ekki efnislegar breytingar að ræða sem hafa áhrif á Dalabyggð en það eru sveitarfélög sem hafa tekið á fundum sínum fyrir í dag og í þessari viku svipaðar ákvarðanir þar að segja að opna bara á það að viðkomandi sveitarstjóri eða bæjarstjóri hafi heimild til að undirrita hvorn samningin og endanlega textar sem verður ofan á til að líka að því það gríðarlega mikilvægt í ljósi þess að nýjar reglur taka gildi næstu áramót í barnaverndarmálum að það sé komið á fót umdæmisráðum á landinu öllu. Þannig að svona aðeins bara til að hnykkja á því að hér ekki aukin eða mismun á útgjöldum að ræða eða annað slíkt heldur í rauninni bara efnislega nálgun í þessum samningum hvorum sig. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Fleiri vilja taka til máls. Kveður þeir engin hljós, þá bara þeir sem eru samþykki þessari tillögu gefur merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 13. Það umsókn vegsvæði í landi Gunnarsstaðar. Þetta þarna erindi sem kom til umhverfis- og skipulagsnefndar á 133. fundi og umhverfis- og skipulags samþykkti skráninguna og sveitarstjórn þarf þá staðfestana. Einhvers vill ræða þetta mál sérstaklega. Það kveður sér engin hljós þeir sem samþykki þessari tillögu gefur merki. Hún samþykkt samhljóða. Og þá næst dagskrárliður 14. Það umsókn framkvæmdaleyfi vegna bílastæða, endurbætur á heimreið og göngustígum. Og þetta í Ólafsdal. En þetta kemur frá umhverfis- og skipulagsnefnd og þann 19. september sendi Minjavernd umsókn framkvæmdaleyfi fyrir bílastæði, endurbætur á heimreið og göngustígum samkvæmt nýsamþykktu deiliskipulagi í Ólafsdal. Umhverfis- og skipulagsnefnd hún samþykkti erindið og sveitarstjórn þarf að staðfesta. Einhvers vill ræða þetta mál sérstaklega. Kveður sér engin hljós þeir sem eru samþykkir þessu gefur merki. Það samþykkt samhljóða. Þá næst fundargerðir til afgreiðslu. Það fyrst fundur 301 byggðar á Dalabyggðar. Einhvers vill ræða þá fundargerð sérstaklega. Það biður engin hljóð þeir sem eru samþykki fundargerðinu gefur merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst fundargerð dagskrárliður 16. Það fundargerð byggðarráðs fundur 302. Einhvers vill ræða þá fundargerð sérstaklega. Kveður sér engin hljós þeir sem eru samþykki fundargerðinu gefur merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá dagskrárliður 17. Það félagsmálanefnd Dalabyggðar fundur 64. Einhvers vill ræða þá fundargerð. Kveður sér engin hljós þeir sem eru samþykki fundargerðinu gefur merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá dagskrárliður 18. Það fundargerð atvinnumálanefndar fundur 33. Einhvers vill ræða þá fundargerð. Garðar. Oddviti, kæru fundamenn, við fengum til okkar Sæmund frá Vegagerðinni á síðasta fund atvinnumálanefndar þar sem við fórum yfir framkvæmdir og stöðina hér á svæðinu. Það margt í gangi og ýmislegt sem eftir sem við þurfum að fylgja virkilega eftir. En það sem virkilega að í Dalabyggð eru 85 kilometrar af héraðsvegum og 75 kilometrar af þeim 85 eru malarvegir og það hefur ekki króna komið í héraðsvegi frá 2007 og það engin pottur utan héraðsvegi eins og tengivegi. Þetta bara vegaflokkur sem hefur orðið eftir og bara gleymst. Þarna þarf virkilega að gera bragarbót á og því þurfum við að halda til haga og berjast fyrir því að þarna eru vegir sem að sitja bara eftir og það ekki að koma fjármagn í það. Einnig fengum við til okkar Skjöld og Karlín rekstraraðila af tjaldstæðinu í Búðardal og þarf að fara yfir svona helstu framkvæmdir sem þarf að fara í til að gera svæði betra og bara möguleikana sem eru hérna til framtíðar og bara það eru óþrjótandi.
Það er framtíðin björt. Takk. Takk fyrir þetta, Garðar. Fleiri sem vilja taka til máls. Bjarki. Já, 80 sveitarstjórnarmenn og aðrir tilheyrendur, bara örstutt, einmitt í ljósi þess sem Garðar talaði og varðandi vegamálin, að það er gríðarlega þörf umræða og það var gott að ná þessu samtali við okkar mann hér í Dölum stöðuna á ákveðnum þáttum, bæði hvað varðar vegina, snjómokstur og fleira, þannig að það skiptir máli. Við höfum einnig verið að viða okkur gögnum varðandi bara vegakerfi víðsvegar og fundum góður vinur okkar senda okkur það hvernig Þjóðverjar vegakerfi er uppbyggt þar í smærri byggðum, dreifðari byggðum og það er vegaflokkur sem heitir Landstrassi og við erum með góðri hjálp Google Translate og fleiri góðra að fara yfir það að því í þeim vegaflokki til að mynda er akkurat útlistun á vegum eins og við erum með hér í Dölum til að mynda í Klofningi hér handan við fjörð að leggja bundið slitlag á vegi sem eru örlítið mjórri, ekki eins mikið uppbyggðir og annars slíkt þannig að við getum náð fleiri lengdametrum heldur en breiddametrum til framtíðar. Þannig að það er mjög áhugavert að kynna sér þetta hvernig aðra þjóðir er að gera því við sem höfum farið og ekið erlendis að við höfum séð hvernig veginir eru uppbyggðir, nánast allir bundnir slitlagi, ekki alhæfa alla leið en nánast allir. Þannig að það er það sem okkur vantar hér í Dalabyggð og í rauninni víðar land. Þannig að það er mjög spennandi að ná þessu samtali vegamál almennt. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Fleiri sem vilja taka til máls. Það biður enginn orðið. Þeir sem er samþykki fundargerðinni gefur merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 19, það er fundargerð fræðslunefndar, fundur 115. Einhvers vill ræða þá fundargerð sérstaklega. Biður enginn orðið þeir sem er samþykki fundargerðinni gefur merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 20, það er fræðslunefnd Dalabyggðar fundur 116. Einhvers vill ræða þá fundargerð sérstaklega. Ingibjörg. Oddviti, aðrir fundarmenn. Fræðslunefnd hefur fundað 2 sinnum frá síðasta sveitarstjórnarfundi. Ég ákvað að taka þetta bara saman í eitt. Við hefum fengum skólameistara Fjölbrautaskóla Snæfellinga og Menntaskóla Björgafjarðar í heimsókn daginn og ég þakka þeim kærlega fyrir að koma til okkar og vorum að ræða mögulegt samstarf milli Menntaskóla eða Fjölbrautaskólans og Dalabyggðar. Næstu skref í þeim málum er að ræða við núverandi og fyrrverandi nemendur Auðarskóla hvernig þeim finnst best að hátta slíku samstarfi. Það eru jú nemendurnir sem myndu nýta sér þetta samstarf og því mjög mikilvægt að sníða það að þörfum þeirra. Það er einbeittur vilji fræðslunefndar að koma samstarfi á fyrir næsta haust. Við teljum að þetta muni styrkja samfélagið á margan hátt. Skólameistari Fjölbrautaskóla Snæfellinga talaði mikla breytingu á Snæfellsnesi síðan framhaldsskólinn tók það til starfa. Unga fólki er að flytja aftur heim í meira mæli eftir að hafa stundað framhaldsskóla í heimabyggð, þó það flytja á brott í einhver tíma í annars konar nám eða störf. Það er því til mikils að vinna fyrir Dalabyggð að gera ungmennunum okkar kleift að stunda framhaldsskólanám í heimabyggð. Einnig var til umræðu drög að reglum skólasókn og móttöku fósturbarna í Auðarskóla. Fræðslunefnd telur það sé mjög brýnt að hafa samþykktar reglur hvað varðar þetta mál. Því er stefnt að því að leggja fram reglur til samþykktar á næsta fræðslunefndarfundi. Þá fór formaður Íþróttafélagsins undra yfir hvernig tilraunaverkefni varðandi frístundaakstur hefur gengið. Eftir tilkomu bílsins hefur mjög jákvæð þróun átt sér stað og fjöldi iðkenda hefur aukist. Aðsóknin var það mikil að auka bíl þurfti að fá í sumarferðir. Einnig hafa komið upp atriði sem þarf að laga eða gera betur og er það allt í vinnslu. Stærsta atriði er hugsanlega hvernig hægt er að styðja við yngstu nemendur sem ekki eru vanir að sitja í skólabíl svo þau sjá sér fært að fara í bílinn. Það er því ekki hægt að segja annað en að þetta tilraunaverkefni hafi tekist mjög vel og í raun framar vonum. Þá vil ég árétta það sem komið hefur fram áður
hér á þessum fundi að inn í fjárhagsáætlun komin stuðningur við frístundabílinn fram á mitt ár 2025 eða þá sem sagt áætlað að nýtt íþróttahús verði komið í gagnið. Fleira var það ekki. Takk. Takk fyrir þetta, Ingibjörg. Fleiri sem vilja taka til máls? Það biður enginn orðið. Þeir sem eru samþykki fundargerðinni gefi merki. Hún samþykkt samhliða. Þá næst dagskrárliður 21. Það fundargerð Dalaveitna. Hana þarf ekki að samþykkja en hún lögð hér fram til kynningar. Það má bara vera að fjalla fjárhagsáætlun félagsins á næsta ári. Einhver sem vill ræða hana. Það biður enginn hljóðið. Þá næst dagskrárliður 22. Það fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar, fundur 133. Einhver sem vill ræða þá fundargerð. Það biður enginn orðið. Þeir sem geta staðfest fundargerðina gefi merki. Hún samþykkt samhliða. Þá næst dagskrárliður 23. Það fundargerð stjórnar Silfurtúns, fundur 66. Einhver sem vill ræða þá fundargerð sérstaklega. Þuríður. Oddviti og fundamenn stjórn Silfurtúns fundaði 5. desember síðastliðinn, 5 mál voru á dagskrá. Rekstur heimilisins áfram þungur eins og verið hefur. Framkvæmdum á heimilinu að mestu lokið, það smá uppsóp eftir sem að klárast. Fundur vegna daggjalda verður haldið næstkomandi mánudag með Sjúkratryggingum Íslands og þar sem farið verður yfir daggjaldagrunnin sem greitt verður eftir á næsta ári. Þann 13. desember var skrifað undir viljayfirlýsingu vegna samþættingar öldrunarþjónustu í Dalabyggð við Heilbrigðisstofnun Vesturlands. Mun vinnan fara af stað strax á næsta ári og eru mörg tækifæri þar. Og á það ekki bara við Silfurtún heldur bara öldrunarmál í sveitarfélaginu heilt yfir. Lionsfélagar komu og skreyttu í byrjun desember og eiga þeir og önnur félagasamtök þakkir skylda fyrir góðvild til heimilisins. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þuríður. Fleiri sem vilja taka til máls. Það kveður sér engin hljóðs. Þeir sem samþykki fundargerðinni gefi merki. Hún samþykkt samhliða. Þá næst dagskrárliður 24. Það fundargerð stjórnar Bakkahvamms húsnæði sjálfseignarstofnunar eða HSES. Einhvers vill ræða þá fundargerð. Það kveður sér engin hljóðs. Þá dagskrárliður 25. Það fundargerðir fjárfestingafélagsins Hvamms ehf. Einhvers vill ræða þær fundargerðir. Þá dagskrárliður 26. Það fundargerðir stjórnar Bakkahvamms HSES. Einhvers vill ræða þá fundargerð. Það kveður sér engin hljóðs. Dagskrárliður 27. Það fundargerðir Breiðafjarðarnefndar 2022. Það liggur hér fyrir fundargerðir gögnum. Einhver sem vill ræða þær. Það biður enginn hljóðið. Þá dagskrárliður 28. Það fundargerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga. Einhver sem vill ræða þær fundargerðir. Kveður sér engin hljóðs. Þá dagskrárliður 29. Það fundir Heilbrigðiseftirlits Vesturlands. Einhver sem vill ræða þá fundargerð. Það kveður sér engin hljóðs. Þá næst dagskrárliður 30. Það mál frá Alþingi til umsagnar. Og það fyrsta stefna stjórnvalda í málefnum sveitarfélaganna fyrir árin 2019 til 2033 var samþykkt á Alþingi upphaf árs 2020. Stefninu fylgir aðgerðaráætlun í 11 liðum fyrir árin 2019 til 2023. Í þessum drögum að grænbók lagður grunnur að nýju stöðumæti og greiningu valkosta í þeim tilgangi að móta stefnu til að taka við af gildandi stefnumótun. Allar ábendingar innihaldið verða nýttar til að fullvinna drög að stefnuskjali sem svo kallaðri hvítbók. Og í framhald af samræðum hvítbók verður lagð fram á Alþingi tillaga til þingsályktunar stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga. Og umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 4. janúar vegna þessa máls. Og ég myndi leggja til að við gefum sveitarstjóra
bara heimild til þess að veita umsögn ef að á þarf að halda. Eða sem sagt, það sem ég veit til þess að það svona umræða hjá, ekki segja, litlu sveitarfélögum ákveðin mál í þarna varðandi þessa grænbók. Einhver sem vilja ræða þetta mál sérstaklega? En þeir sem eru samþykkir því að fela sveitarstjóra að svara fyrir hönd Dalabyggðar þessari grænbók gefið merki. Það samþykkt samhliða. Og þá það síðasti liður á dagskrá, það dagbók sveitarstjóra. Ég ger ráð fyrir að Bjarki ætli að koma hér upp og fara yfir helstu atriði í henni. Oddviti, sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Hér ætla ég að stikla á stóru í gegnum svona skýrslu yfir það hvað rekið hefur á dagana frá því sveitarstjórn hittist síðast. Ég ætla ekki að gera nokkur það að lesa orðrétt upp úr dagbókinu minna því það kennir ýmis að grasa. Þannig að við látum þetta heita skýrslu. En það er sem betur fer bara líf og fjör og skemmtileg viðfangsefni sem við að fást dagsdaglega og við erum svo sannarlega bara að upplifa það hér í sveitarstjórn Dalabyggðar og starfsmenn að það í nóg að sýsla og það gefur lífinu lit og tilgang. Nú frá því á síðasta fundi þá fyrst að nefna að þann 14. nóvember þá sat ég fund með kollegum mínum á Vesturlandi og starfsmönnum samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Það sem rætt voru ýmis sameiginleg hagsmunamál sveitarfélagana allra, má það nefna umræður brunamál, brunavarnir, rafrænar lausnir í þjónustu sveitarfélaga, möguleika þá sem í þeim geira felast varðandi þjónustu og eins var rætt vinnu varðandi möguleika í samþættingu þjónustu við aldraða sem eins og Þuríður kom inn á hér áðan að Silfurtún og við í Dalabyggð erum búin að stíga fyrsta skrefið í þá átt og ég held að séu gríðarlega spennandi möguleikar og tækifæri sem felast í því samstarfi við Heilbrigðisstofnun Vesturlands bara til að efla búsetu skilyrði hér í Dalabyggð. Nú þann 15. nóvember áttum við fulltrúar Dalabyggðar fund með Brák HSES en til umræðu hefur verið nokkra hríð eins og við þekkjum öll að Brák HSES yfirtaki eignir Bakkakváms okkar hér í Dölum og frekari samskipti hafa átt sér stað í kjölfarið og vonir standa til að þetta mál klárist nú í upphafi árs 2023 þannig að Brák HSES verði eigandi að þessum íbúðum hér í Búðardal. Nú starfsmenn hér á miðbraut 11, starfsmenn Dalabyggðar ásamt vinum okkar hjá Sýslumannsembættinu og Dalaauði, SSVAF. Við tókum mikinn tiltektardag þann 16. nóvember síðastliðinn þar sem farið var yfir hvað við nýttum og hvað mætti missa sín hér innanhús og það voru fjarlægar innréttingar sem pössuðu ekki lengur inn í þá starfsemi sem í húsinu eru til að mynda hér afgreiðsludiskur sem var hér niður í það sem að embætti sýslumanns var og þar sem við erum núna með nýsköpunarsetur og skrifstofuaðstöðu. Nú framhald verður á endurbótum og uppfærslu hússins á næstu dögum og rauninni hafið eins og bera má merki hér á göngum hússins að það búið að færa til eitt og annað og þannig að það var slípa gólfa hluta í húsinu núna á næstu dögum og fyrir hefur verið málningavinna og frekari lagfæringar í kjölfarið. Nú þann 17. nóvember síðastliðinn var ágætlega sóttur íbúafundur hér í Dalabúð þar sem við kynntum vinnu við fjárhagsáætlanagerð fyrir árið 2023 og eins var á fundunum farið við nýtt regluverk í kringum úrgangsmál og í rauninni góðar umræður sköpuðust á fundunum og ábendingar sem við tókum með okkur í nesti á milli umræðna og sumt hefur orðið að veruleika og annað í farvatninu og komið inn í ákveðin fasa og í lok fundar var Gísli Einarsson fjölmiðlamaður með meiru með hvatningarinnlegg sem blés sem hlýddu vonandi eldmóð í brjóst. Nú samningur á milli Dalabyggðar og ÖDN, Ungmennafélagsins, rennur út áramótin. Sá sem hér stendur hefur átt fundi og verið í samskiptum við formann og aðra stjórnarmenn í tengslum við samningin undanfarna daga og vikur og það ætlun að reyna að klára samningin og undirrita núna fyrir áramót. Stærsta einstaka breytingin felst í því að
Stjórn UTN mun taka yfir þær skyldur sem framkvæmdastjóri UTN hefur haft með höndum og sem Dalabyggð hefur séð kostnað á, og þannig að samningsfjárhæðin sem ræður, 1200.000, mun þá renna beint og óskipt til ungmennafélagsins og í íþróttastarfið og tómstundastarfið í Dalabyggð. Samhliða þessu erum við að útfæra starf íþrótta- og tómstundafulltrúa og munum hafa erum að komin vel á veg í því í samtali, sá sem hér stendur og skólastjóri Auðaskóla sem að í rauninni viðkomandi hefur haft stærstu skyldum að gegna í tengslu við þá stofnun, þannig að við erum að útfæra það í sameiningu. Nú, áframhaldi vinna í kjölfar fyrirumræðu í sveitarstjórn tók sinn skerf og afgreiddum við lokaafurðina hér fyrir á fundinum. Og ég vil ítreka þakkir til samstarfsfólks og kjörinna fulltrúa fyrir alla þá vinnu sem hefur átt sér stað og mikið og gott framlag. Nú, þann 20. nóvember var haldinn opinn fundur vegamál í Árbliki, þar sem að kynnt var hugmynd samfélagsvegi. Fundamenn voru almennt á því að sú hugmynd væri allavega umræðu og skoðunar verð og eðlilega þurftu íbúar Dalabyggðar að tappa af uppsafnaðum pirringi út af stöðu vegamála og það afar skiljanlegt, og síðan þegar að þeim þætti fundarins var lokið þá hófust umræður hugmyndina og eins og segið, við þurfum einhvern veginn að brjóta upp samtalið vegamál, samanber það sem við ræddum hér áðan, ég og formaður atvinnumálanefndar, og þessi vinkill mjög athyglisverður eins og hver annar. Þannig að við þurfum einhvern veginn að komast upp úr þessum fótsporum sem við höfum verið föst í allt og langa hríð. Unnið hefur verið að lausna þeim vanda sem Fóðuríðan Ólafsdal e.h.f. hefur átt við að etja undanfarin ár og rúman áratug. Það ekki komin endanleg niðurstaða í það viðfangsefni, en ýmis samtöl hafa átt sér stað við hlutaðeigandi aðila með einum eða öðrum hætti til að mynda við þá lánastofnun sem ræðir, og vonir standa til að þau mál skýrist sennilega ekki fyrir eftir áramót samt, en þó þannig að við getum sett punkt aftan við það verkefni. Nú, í kjölfar þess að fjarskiptastofu sendi okkur niðurstöður varðandi úttekt á gæðum, eiginlega / veikleikum, GSM, símasambands í Dalabyggð, líkt og við ræddum hér á síðasta fundi, þá höfum við átt fund og verið í samskiptum við stofnunina, það er fjarskiptastofnun, og farið yfir stöðu mála. Eins og við þekkjum öll þá verk að vinna í þessu mikilvæga öryggismáli og við þurfum að bretta upp ermar í þeim tilgangi á næstunni, og vonir standa til þess að nánari úttekt sem í farvatninu með íhlutun SSVAF, Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi, leiði það muni innihalda beinar tillögur tæknilegar útfærslur varðandi hvað þurfi til, hvað tæknilausnir varðar á einstaka svæðum til þess að símasamband verði ásættanlegt. Það ekkert mál að birta skýrslu rauða punkta og græna punkta, en það þarf að horfa á svæðið í heild sinn og hvað hentar á hverjum stað, og vonist þetta til að sú afurð sem í farvatninu muni skila slíkum beinum tillögum lausnir á hverju einu svæði. Nýsköpunarsetrið okkar hér á jarðhæðinni hefur haldið uppteknum hætti og verið með vel sótta atburði á undanförnum vikum, og ég sannfærður að öll þau fræ sem sá hefur verið á undanförnum vikum og mánuðum muni skila okkur í Dalabyggð afurðum sem styrkja munu samfélagið til lengri tíma. Nú, viðræður og fundir með Reykhólum og Strandabyggð aukið samstarfi umhverfis- og skipulagsmálum, við ræddum það hér áðan, og eins varðandi félagsmál höfum við verið að ræða félags- og velferðarmál, og það von mín og trú að vinna saman samstarf þessa mikilvægu málaflokka á næstunni, þannig að við náum að efla þá enn frekar. Eins höfum við í tengslum við samstarfsverkefni slökkvilið og brunavarnir með fyrrnefndum sveitarfélögum átt fundi með slökkviliðsstjóra og í framhaldinu annan fund með slökkviliðsstjóranum og síðan varðstjóranum á hverjum stað. Tilgangur og markmið þessara samtala og funda að efla liðsheild og reyna að nýta bæði mannauð og tækjakost á hverjum stað betur, þannig að betri heildar yfirsýn náist. Mín tilfinning að þessi vinna muni skila árangri, en áfram þarf að halda vel utan þessa mikilvægu starfsemi sem slökkvilið sinnir, þannig að okkur haldist á liðsmönnum, góðum liðsmönnum, og það skiptir liðsheildin og liðsandinn
gríðarlega miklu máli. Stjórn Byggðastofnunar og stjórnendur funduðu í Leifsbúð þann 24. nóvember síðastliðinn og við fulltrúar í samstarfsnefndum Dalaauði funduðum svo með þeim í kjölfarið. Farið var yfir stöðuna í Dalabyggð og einnig var kynning á því hvað aðilar fengu útlutuðum frumkvæðisstyrkjum fyrr í haust. Í kjölfarið var farið í heimsóknir til 3 aðila sem kynntu starfsemi sína. Þetta var góður dagur og styrkti tengsl okkar við Byggðastofnun sem skiptir máli til lengri tíma litið. Og þar eru miklir möguleikar hvað varðar stuðning með beinum fjárhagslegum hætti og eins í rauninni bara faglegum til að efla byggð og atvinnulíf og samfélagið í Dalabyggð enn frekar. Þann 25. nóvember voru kveikt ljósin á jólatrénu okkar hér í Búðardal. Skemmtileg athöfn þar sem jólasveinar mættu og dönsuðu með gestum í kringum tréð. Skátafélagið sá athöfnina og bauð upp á heitt kakó og tilheyrandi fyrir athöfn og færi ég þeim bestu þakkir fyrir. Glæsilegir jólatónleikar voru haldnir í Dalabúð þann 3. desember síðastliðinn. Það verkefni var eitt af þeim sem Dalaauður styrkti og vil ég þakka þeim sem stóðu þessum frábæru tónleikum kærlega fyrir hér á þessum vettvangi og ekki skemmdi fyrir magnaðar veitingar í hléi þar sem að hlutaðeigandi bauðu upp á kakó og smákökur og mjólkursamsalan var með ostakynningu sem að eftir munað svo sannarlega. Fyrir tilstilli Svavars Garðarssonar þá var sett upp lýsing á brjóstmynd af Jóhannesi úr Kötlum við Auðaskóla. Það afar vel til fundið að mínum mati að heiðra skáldið með þessum hætti en öll þökkum við jólasveinavísurnar þær sem hann samdi og í hávum á flestum heimilum landsins þessa dagana. Við höfum haldið starfsmannafund með starfsmönnum á Silfurtúni og þar að mínum mati gríðarlega jákvæð þróun að eiga sér stað og starfsmannahópurinn virkilega samstíga og jákvæði fyrir því sem að þeim verkefnum sem framundan eru og við þurfum að halda vel utan þennan hóp þannig að aðbúnaður þeirra sem þar búa, heimilismenn á Silfurtúni, þeim líður sem best og þar mannauðurinn það sem skiptir öllum máli, mannauðurinn hvað starfsmannahópinn varðar, þannig að þetta skiptir máli. Áframhald hefur orðið á samtölum við Eyktavi varðandi uppbyggingu íbúða í Búðardal og ásamt mér satt formaður byggðarráðsfund með þeim fulltrúum fyrirtækisins fyrir skömmu og byggðarráð tók síðan til afgreiðslu á sínum síðasta fundi ósk fyrirtækisins vilyrði fyrir 2 lóðum undir 2 4 íbúða parhús, það að segja 8 íbúðir samtals og vinna hafin við að raungera það þannig að ekki veitir af því okkur vantar fleiri hendur og dekk bara hér í samfélagið. Það nóg að gera og nóg vinna en það vantar húsnæði. En þetta virkilega ánægjulegt og í rauninni jákvætt að við erum komin á korti hvað varðar uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Það hafa fleiri aðilar haft samband og lýst yfir áhuga og þreifa á málum þannig að vonandi veit það á gott. Við starfsmenn á skrifstofu fórum í skemmtilega heimsókn til Hólmavíkur síðastliðinn föstudag. Skoðum þar meðal annars gámasvæðið og flokkunarstöð. Auk þess að skoða nýjasta fyrirtækið á svæðinu, Galdur Brugghús, sem fasteignafélagið Hvammur, þar að segja fasteignafélagið okkar á hlut í, þannig að það var virkilega skemmtilegt að sjá þá uppbyggingu. Þannig að hér hef ég bara stiklað á stóru úr minni dagbók og hvað hefur á dagana drifið. Það eitt og annað fleira sem hefur átt sér stað og sem væri fullt til að ræða og örugglega er ég að hlaupa yfir eitthvað sem ætti það skilið að vera nefnt. En ætla að láta hér staða numir. En að endingu vil ég óska samstarfsfólki mínu og íbúum Dalabyggðar öllum gleðilegra jóla með þökk fyrir góð samskiptuna á árinu sem að líða og með óskum gott og gleðilegt nýtt ár þegar það kemur. Takk í bili. Takk fyrir þetta, Bjarki. Þá formlegri dagskrá lokið og áður en við slítum eða stoppum upptöku þá svo við komum fram hér fyrir á fundinum þurfum við mögulega að halda aukafund fyrir áramót út af einu máli sem ekki orðið skýrt en að öðru leyti næsti reglulegi fundur sveitarstjórnar 5. 12. janúar næstkomandi. Og ég óska bara íbúum sveitarstjórn og íbúum Dalabyggðar gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.